Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það stefnir í harðan slag hjá VG efstu sæti í forvali flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Það eru 8 sem gefa kost á sér. Þar á meðal eru bæði Líf Magneuðdóttir, borgarfulltrúi, og Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi. Nú, ég fengið hér að rauðaborðinu 4 af hinum 6 sem eru ótaldir og gaman að fá að vita hvað þau hafa að segja og svona til hvers þau berjast, af hverju þau bjóða sig fram, af hverju þau gefa kost á sér. Og Finnur Rækart, þú ert sérfræðingur umhverfis- og loftslagsmálum, vertu velkominn. Takk. Þú ert Steinar Harðarsson, vinnuverndarráðgjafi. Já, Ert þú velkominn. Takk. Auður Alfífa Ketilsdóttir, þú ert smíðakennari? Ég starfa sem smíðakennari, já. Já, vert þú velkominn einnig. Takk. Og þá bara eftir að kynna þig, þú ert Hlynur Már Ragnheiðarsson, sjúkraliðanemi, ekki satt? Stemmir. Ljómandi. Takk fyrir að koma með skömmum fyrirvara og velkomin. Ef við byrjum kannski á því að ég fá að vita hve lengi þið hafi verið í VG og hvers vegna, og svona í leiðinni, hvers vegna þið eruð að bjóða okkur fram. Byrjum á þér, Finnur. Ég er búin að vera í VG frekar stutt, stökk inn í það í aðdraganda síðustu þingkosninga. Já. Þá var ég á kafi í umhverfisaktivisma og fór svo að pæla hvort ég ætti að ég var að beita mér fyrir umhverfismálum á öðru vettvangi, þannig að þá var það VG sem var fyrir valinu. Já. Og það fór svo sem bara eins og það fór. Já, þið þurrkuðust út. Já, allavega við fengum ekki að setja á þingi. Nei. Það er náttúrulega ennþá með kjörnarfulltrúa í sveitarstjórnum allt land. Já. En jú, það var skellur að fá ekki mannin á þing. En ég ákvað að prófa bara aftur núna. Já, prófa aftur núna. Og það er, ég er búinn að vinna núna í sambandi Íslenskra sveitarfélaga í 1,5 ár. Já. Og búinn að svona fá að setja mig inn í sveitarfélagamálin ansi rækilega. Já. Sérstaklega umhverfismála hliðina náttúrulega. Já, myndirðu segja að þú kemur fyrst og fremst með umhverfismálin að borðinu? Já, það náttúrulega er mitt sérsvið og það er ég mun ef að græna þráði gegnum allt sem ég mun standa fyrir, allt sem ég mun berjast fyrir rauninni komist inn í borgarstjórn. Já. En það náttúrulega dugir ekki að vera bara með umhverfismálin hreinu, sko. Þannig að mér langar að koma með inn í þessa baráttu, inn í þessa umræðu, húsnæðismálin, ódýrt húsnæði. Legg mikla áherslu á það, félagslegt húsnæði sem að Reykjavíkurborg á bara að bera ábyrgð á sjálf. Áttu sjálfur húsnæði? Ég eignast nýlega húsnæði sjálfur. Litla risíbúð. Litla risíbúð? Já. Það gekk ágætlega en við líka vorum í mjög heppilegri stöðu. Það er ekki allir svo heppnir. Nei. Þannig að það er mikið verk að vinna í húsnæðismálum og mér langar að berjast fyrir því. Já. Síðan er það umhverfisvænar samgöngur. Að bara stóra efla strætó og meðan borgarlína er ekki komin. Hvað með það bara að hann verði frýr fyrir alla? Já, það er eitt sem ég langar að leggja áherslu á, að strætó verði gjaldfrjáls fyrir ungt fólk, nemendur og eldri borgara. Já. Það er bara svona lykilatriði í mínum huga ef við ætlum ekki að hafa strætó gjaldfrjáls fyrir alla, að minnstakosti þá fyrir ungt fólk að byggja upp þessa menningu, þennan vana. Undir 20? 25 jafnvel og háskólanemar á ýmsum aldri og það skiptir ekki endilega máli á hvað aldri maður er í háskóla tekjurnar eru alltaf læri, yfirleitt læri þegar maður er í háskóla. Myndum við með þessu skrefi kannski ekki þurfa að fara í þessar kostnaðarsömu breytingar sem aldrei verðast ætla að eiga sér stað með borgarlínunni? Nei, ég held að borgarlínan sé framtíðin, sko. Það er engin spurningu þá að við þurfum að standa vörðum borgarlínuna. Það er sótt að henni úr ýmsum áttum núna og það er eitthvað sem ég langar að standa vörðum og ég bara flýta. Andri Snær kom með rosa góða svona hugvekju á viðburðarindur húsnæðismál daginn. Það sem hann sagði að það liðu 5 ár frá því að Kárahnjúkavirkjun orðið var nefnt að rita í fyrsta skipti og þangað til að búið að reisa stærstu vatnsaflsvirkjun í Evrópu. 5 ár. Þannig að ef viljinn er fyrir hendi, ef við þorum að setja peningana það sem að hann árata í uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum sem borgarlína er, þá getum við gert það hraðar, sko. Okay. Það var þetta tvennt og í þriðja lagi leikskólamálin, réttláta leikskólakerfi. Það er að mínum mati stór mistök sem að núverandi meirihluti er að stefna í með þeirra leikskólatillögu
og það eitthvað sem ég langar að berjast fyrir að leikskólakerfið verði réttlátt ekki bara fyrir starfsfólk leikskólana, heldur líka fyrir börnin og foreldrana. Það má ekki etja þessum tveim hópum saman. Gegn Kópavogsleiðinni. Já. Steinar, til hvers býður þú þig fram og hve lengi hefur þú verið í VG? Ég er búin að vera í VG eins lengi og elstu menn muna. Já. Ég er svo satt verið einn á stofnendum VG. Yes. Þannig ég er búin að vera í VG alla tíð. Já. Og ég er bara svona, klassísku vinstrimaður og sem legg áherslu á félagslega lausnir á flestum sviðum. Já. Og ég get alveg tekið undir með finni að húsnæðismálin eru mjög ég hef mikinn áhuga á húsnæðismálum og þeim lausnum sem við viljum koma til leiðar þar. Mér finnst til dæmis að Reykjavíkurborg hafi lagt allt of mikla áherslu á það að afla sér tekna með lóðasölu. Braski? Ekki beint braski en bara það er mjög dýrt að fá lóð í Reykjavík. Og upplýsingar sem ég hef verið að afla mér í sambandi við hlutfall af íbúðaverði, þá held ég að það sé nokkuð rétt að árið 2000 voru lóðagjöld eða byggingaréttargjöld 8% af byggingarkostnaði, en í dag er það milli 25 og 30%. Þannig að það er gífurlega miklu peningar teknir þarna inn. Nú, ég hef í þessum aðdraganda og stundum áður sagt það eru kannski 5 atriði sem mér langar að leggja áherslu á í okkar framboði og okkar samstarfi við Vor til vinstri. Og það eru húsnæðismálin, og það eru umhverfismálin, það er leikskólin, og það er umferðarmálin og íbúalýðræði. Mér finnst þessir 5 þættir þýðingamiklir. Og kannski engin sérstaklega meir en annar nema kannski húsnæðismálin og þá jáfnvel líka hagsmunir leigjenda. Og sumir hafa bent á að fátækt hjá þeim sem eru bara fátækir í dag, það tengist dálítið því að menn eru kannski á mjög dýrum leigumarkaði. Og algjör vítahringur og alveg upp undir helmingur af útgjöldum heimilisins fer til húsaleigu. Og mjög fáir málsvarar mjög veika rödd sem þessi hópur hefur. Við munum leggja áherslu á þetta og það er mín vilji að húsnæðismálin verði í miklum forgangi hjá. Hvernig myndir þú bæta stöðu leigjenda? Mér finnst að Reykjavíkurborg eigi að breyta stefnu varðandi lóðagjöld og ekki leggja svona mikla áherslu að fá inn mikla tekjur af lóðagjöldum. En hvað var það leigjendur sérstaklega? Leigjendur, þá finnst mér að Reykjavíkurborg þurfi eins og margar borgir í Evrópu að leggja áherslu á bara leigustopp eða einhvers slags eftirlit eða stjórn á hvað er hægt að krefja mennum mikla leigu. Opinbert inngrip. Já, það er ekkert róttækt í það. Þetta er víða í Evrópu. Í kapitalískum löndum Evrópu hafa menn gripið til þessa rás. Svo getur róttækt bara stundu fyrir gott. Ég tala ekki óskupin. En það er nú gaman að sjá ykkur tvo hlið við hlið. Það er einhver aldursmunur á okkur. En áherslunar það sömu. Já, en er þetta ekki líka kannski það sem við þurfum? Það eru bara ólíkir aldurshópar að búa til stefnu saman og vinna saman og svona. Það er það sem ég held að þurfi alltaf rækjala núna í borgarstjórn, að bara eins og loft út og fá ferskt loft og nýtt fólk og sérstaklega kannski ungt fólk. Það hefur vantað mikið upp á að sjónarmið ungs fólks heyrist inn í borgarstjórn, hvort sem það er í húsnæðismálum þar sem að ungt fólk er sérstaklega í erfiðleikum eða í umhverfismálum sem er alltaf, ef ekki tekið vel á þeim þá mun það bitna mest á ungu fólki. Auður Alfífa, hvað kemur þú með helst að borðinu og hve löng er þín saga hennan VG? Ég byrjaði í VG á landsfundi í Hveragerði árið 2003. Já, 2003 og hef verið í flokknum síðan með smá fílukasti Nú til þess að gera nýlega Nei, ég var er nú ekki leyndamáli, ég var ekki mikill aðdáandi ríkisstjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokk
og gæti hafa tekið smá hérna bara pásu. Já, þú hættir í flokknum bara Ég hætti í flokknum tímabundi, já. En hérna, það er nú svolítið sem ég kom aftur og hérna ég náttúrulega... Sú ákvörðun er nú svolítið kannski skrifið í dag þegar maður lítur aftur sem bara saga sigurvegar hans að hafi ekki hérna stutt á ríkisstjórn. Jæja, sjáum til 22. febrúar. Já. Nei, ég kom inn í VFG og þá var, sko það sem brann mest á mér þá var feminismi. Og hérna ég var svona, kannski fyrst og fremst beitti mér í kvenfrelsismálum. En þú veist, ég valdi náttúrulega VFG að því að það var, þú veist, fyrir mér var þetta bara svona heildapakki sem að rýmaði mjög vel við mínar skoðanir. Þú veist, það var bara friðastefna. Og bara svona friðastefna án einhverja hártóna og það var hérna, þú veist, VFG setti græna pólitík bara á dagskrá í rauninni og þú veist, ég meina þú nefnir Kárahnjúkavirkjun, þú veist, þarna var sú barátta bara á fullri ferð og það var Íraksstríðið og þú veist, allt þetta sko. Og ég held að svona það sem að svona virkilega kveikti mér í vetur voru þessi leikskólamál og þessar tillögur sem að komu frá sko vinstri meirihluta í borginni fundist mér bara eiginlega svona kjaftsögg sko. Var það? Já, vegna þess að það er, ég held að segja ekkert leyndamál að það er víða erfitt að reka leikskóla í borginni. Ertu með því að skora Líf á Hólm? Nei. Nei? Ég er ósammála Líf í því hvernig hún tókst á við þetta mál og hún veit það alveg, við höfum talað um það sko. En nei, ég held bara að það séu til aðra lausnir og mér finnst ekki hafa verið svona farin og ákveð í að skoða til dæmis bara alla þá fjölmörgu leikskóla í borginni sem við gengum vel. Það sem að starfsfólki er ánægt, það sem að, ég meina náttúrulega eiginlega allir foreldrar, leikskólabarna í borginni eru ánægðir og hérna ég held að sé fullt að tækifærum til þess að skoða almennilega hvað gengur vel. Af því að þetta er auðvitað stóra, þú veist, þetta er ekki bara sko velferðarmál, þetta er líka feministmál og þetta er líka mentamál og þetta bara tengist öllu að við séum með almennilega fungerandi leikskóla og þetta er stóra, svona þetta er einn stóra feministka vinstri legacy í borginni, er að vera með almennilega leikskóla og mér bara, ég má ekki til þess hugsa að verði hróflað við þessu og ég vil ganga lengra og ég meina við í VFG höfum lengi verið með þá stefnu að vera með gjaldfrjálsa leikskóla fyrir öll börn og ekkert eitthvað í 6 tíma heldur bara hafa á gjaldfrjálsa og mér finnst, ég svona saknaði svolítið í pólitík í dag að við hugsum bara róttækt og út fyrir bóksið og séum svolítið skemmtileg mér finnst rosalega margt í umræðin er fast í einhverju svona kapitalískum forsendum alls sem er og það má aldrei hugsunni skemmtilegt en það mátti einu sinni, þú veist við búum hérna í borg til dæmis sem eru sundlögar út allt og bara opinbera sundlögar og þetta er ekki bara sundlög með köldu vatni, þú veist það eru bara margar típur heitum pottum og það er líka kaldu pottur og svo líka sána og svo líka gufubað, skiljið mig og svo er bara, þú veist, nýbúið að endurgera Vesturbæjarlaugina, þetta er bara svo flottasta spa þegar og mér finnst þetta æðislegt Þetta er allt margt fólk þar Já, akkurat sko ég meina, hérna, svo gamlir Vesturbæjarlaugar fuglar bara kvarta en þú veist, þetta er bara borgsegil búi, þú veist, maður heyrir sko dæmi, ég meina, hérna svolítið búin að mynda heilum, en vinkonu mín átti barn í skóla í París og 10 ára börn í þessum sko svona vinstri sinnaður hluti Parísar, þau fara í 10 daga skíðaferð í Alpana sem að þýðir bara öll börn sem færi gegnum þessa grunnskóla kunna á skíði þegar við fullan og bara hugsa ykkur lífsgæðin og hugsa ykkur að þetta kostar ekki, þarf ekki að kosta mikið, kostar smá þú veist, börnum sem eru kannski ekki úr skíðafjölskyldum er hjálpað bara með að finna græjur og láta þetta virka og, veist, ég vil að við hugsa þarna ég vil að við séum ekki bara föst í eitthvað svona einhverjum dúnvestum að tala veist, bókhald sko. Þú kemur bara svona með heiðarlega vinstri mennsku inn í þetta allan dag og mikla reynslu og prinsip augljóslega þetta sem að félagar þínu voru nefna með strætó hver skoðan þín á gjaldfrjálsum strætó í ungu fólki sko mér svona nokkur atriði með strætó ég glöggir lesendur Facebook síðuna minna vita að ég hef mikla skoðanir á strætó nei
auðvitað eigum við að standa með borgarlínu, ég held að ég færð okkur ekki til að vera ósammála neitt sem sitja hérna, þú veist, ég þekki þið náttúrulega ekki persónulega, en hérna kannski kemur og hleypur öllu já, kannski verður að nálu nei, en hérna, auðvitað stöndum við með þessari borgarlínu og mér er svolítið svona leiðilegt bara að sjá hvernig þú veist, það er eins og að sé eitthvað svona smá svona upplýsinga, mér langar ekki að segja upplýsinga óreiða en það er svona smá eitthvað fólk hefur ekki sett sig inn í endilega hvað þetta snýst en þú veist, í grunninn þá er borgarlína bara óbúslega góður strætó þú veist, þetta er ekki þú veist, nú er eitthvað svona hægri flokkar að byrjum einhvern veginn að þusa gegn borgarlínu og reyna að láta þetta sé eitthvað þetta er aðeins flóknara heldur en þessi bara til hægri sko. Þetta hefur, dæmisagan Kárahnjúkavirkjun er alveg fín en það er margt ískikilegt sem ég bara upplifa mig sem blaðamann hvað varðar þessu borgarlínu sko það er kostnaður náttúrulega það er ákveðið úrræðaleysi, það er alltaf frestað einhvern veginn það eru ansi margir hikandi á þess að vera til hægri held ég Já, sko, mér finnst einmitt mikilvægt að ræðum þetta sko þessar hindranir sem að hafa einhvern veginn komið og þessi langa tímalina frá því að borgarlína kom fyrst í umræðuna og hvernig staðan er í dag. Framkvæmdir eru hafnar, ég fagna því þó að það sé bara 1 lota af 6 og það sé ennþá held í 5 ári að hún verið tekin í gagnið samkvæmt núverandi áætlunum. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi til að byrja með, fara hraðar í þetta, ljúka fyrsta fasa hraðar bara til að fá fólk til að sjá að þetta virkar. Það líka óþol okkar er mjög mikið vegna umferðarþungan sem er vandamál frá degi til dags. Já. En það sem ég er að segja sko er að þú veist, við getum gagnrýnt fortíðina en staðan er í dag eins og hún er og ég fagna því að það hafi hingað til verið staðið með borgarlínuverkefninu, það sé ennþá á dagskrá bæði hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu í gegnum samgöngusáttmálann. Og eru til peningar? Þetta eru 130 milljarðar í gegnum samgöngusáttmála held ég sem eiga að fara í borgarlínuna og við þurfum bara að halda áfram. Við megum ekki að núna stoppa og hætta við að fara að varpa einhver skugga á þetta mikilvæga verkefni sem er ekki bara mikilvægt fyrir umhverfið, þetta er líka félagslega til þess að fólk geti farið milli staða og þurfa að eiga bíl sko. Mér langar aðeins að sko Við þurfum samt að bara þegar við tala um borgarlínuna ég er alveg sammála því, það á að flýta henni bara eins og kostur er en á meðan borgarlína er sem sagt í byggingu þá þurfum við að gæta því að sko þau umferðarmannvirki sem fyrir í borginni, þau nýtist sem allra best. Og ég held að sumir af þeim sem að gagnrýna borgarlínu sem hrættur það að með borgarlínu þá muni menn þrengja að öðrum umferðarkostum. Já. Og ég held að hvoru tveggja þurfi bara að vera til samtímis. Og einmitt að það er bara mjög miður að maður skulle ekki geta stjórnað umferðinni á þeim mannvirki sem við eigum þannig að full afköst náist. Þetta er eitt af því sem hefur hvað mest áhrif á bara lífsánægju á venjulegum degi hjá fólki og mörg okkar eru svo búin að læra einhver brögð að þau okkar sem hafa sveigjanleika við náttúrulega erum farin að læra að fara í kringum þessa hnúta en það er ekkert allir sem að búa yfir þannig starfi eða er að vinna þannig starfa að hafi sveigjanleika. Og þetta eru hnökrar í öllum svona stóra verkefnum en ég held að stóra myndin er svo að auðvitað þurfum við að hafa flotta róttaka framtíðarsýn til þess að þetta bara þessi borg funkari áfram og við verðum ekki í þessum hnútum og mér finnst svona í þessum almenni samgöngum málum þá tala stundum fólk eins og að við ætlum að taka alla bara kalla yfir 50 út úr bílónum sínum og fleia mig upp í strætó og segja hjólaðu! Sem var þetta góð hugmynd. Já, en hugmyndin er líka svona breytingar verða þannig að fólk kannski sleppir því að fá sér bíl númer 2. Að krakkar sem eru vön að hjóla fá sér kannski ramashjól og geyma að fá sér bíl þannig að þau eru orðin 30 eða eitthvað svona og það allt léttir á þessu umferð. Því auðvitað erum við ennþá með bara rosalegt land undir almenna bílaumferð og ég sé það ekkert vera að breytast eitthvað hratt og örugglega. Takk fyrir þetta. Hlynur Már Ragnarsson, sjúkraliðanemi. Hvað ert þú búin að vera lengi í VFG? Herri, ég skráði mig bara í VFG núna bara á sama dag og ég bauð mig fram í þessu forvali. Hef ekki tekið þátt í VFG áður. Nei. Hef ekki mætt á held ég neina fundi hjá VFG. Nei. Undanfarin ára hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann, hef verið í samfylgdinni en svona af og á. Upphaflega 2021 þá var mér boðið af fórustu samfylgdarinnar þá að vera í fórustu velferðarhóps samfylgdarinnar og var þar
sko á upphafsdögum þess. Já. En Samfylkingin hefur verið svona, hefur aldrei hentað mér vel og og flóttinn úr Samfylkingunni yfir VG, hann hafinn. Ég að upplifa sko, eða bara Samfylkingin að fara alltaf meira og meira til hægri. Já. Og ég harður vinstrimaður. Já. Og réttlætismál og velferðarmál og heilbrigðismál og ég búinn að setja mig inn í ansi mörg málefni á undanförnum árum og skrifa margar greinar á Vísi. Já. Og já. Þannig að þú sást tækifæri til að taka slaginn. Já, ég sko mér finnst bara algjörlega nauðsynlegt, mér persónulega sko, að vinstri á Íslandi sé andstætt sko, það að segja, ég búinn að afskrifa persónulega jafnaðarmennskuna. Ég eins og segi, undanfarin ár hef ég skilgreint mig sem jafnaðarmann. En ég sé það að á Íslandi, jafnt sem í Evrópu, að þá eru jafnaðarmenn í raun og veru búin að gefast upp á þessum félagslegu gildum sem að við virðumst vera sammála á þessu borði sem erum í framboði fyrir VG. Erum sammála þessi félagslegu gildi en þú veist, ég verð að segja að það virðist vera alla Evrópu sé búið að gefa félagsleg gildi upp á bátinn og svona stríðsmaskína farin að vera bara svona taka við sko, þú veist, við erum að sjá Kristrúnu, við erum að sjá Þorgerði Katrínu tala sko, við verðum að taka þátt í NATO og við erum að fjármagna stríð og svo náttúrulega íslenska ríkisstjórnin búin að kaupa vopn og svoleiðis. Vilt þú Ísland úr NATO? Já, ég andfallinn andsnúi NATO. Ég vil ekki að við séum í NATO. Nei, það svo sem ekki mál sem var að kannski borgarstjórn. Nei, það gerir það svo sem ekki. En ég held að vinstri verði líka bara í þessum kosningum sem að koma núna að skilgreina sig burtu frá jafnaðarmennskunni og þessum krata mennskunni sem að einmitt þessi pólitík sem að þessi stríðsmaskína í dag. Já. Í Evrópu sem að að taka þátt í að hvítþvo helförina í Gaza og að taka þátt sko, að gefa Donald Trump sko leyfi að vera einhver friðarmálsvari í heiminum sko. Það að segja þegar einhverjar friðaráðstefnur eða vera að tala sko þú veist hvernig að lesa málun til dæmis í Gaza eða eitthvað svoleiðis, að þá bara Evrópa að gefa Donald Trump leyfi til þess að stjórna málum og það bara stríðs sko áróður sem að kemur frá Evrópusambandinu. Ég vil ekki að við förum í Evrópusambandið. Nei. En þetta bara atriði sem að jafnvel þótt að þessu ekki beintengt borgarmálunum, þá skipta þau almenning alltaf máli. Já, en hvað var það sérstaklega borgina? Hvers vegna þú góður borgarfulltrúi, VG og vorst til vinstri? Hvað það svona í fariðinu sem að myndi gera það góðum borgarfulltrúa? Borgarfulltrúa? Já, sko ég met réttlætismál og velferðarmál vera eitthvað sem að allir borgarbúar njóta góðs af. Og ég algjörlega þar að þegar ég sé tilefnin til þess að búa til réttlæti þá ég þar og skrifa undir það og velferðarmál þegar við eflum velferðarmálin þá eins og sé borgarbúar græða allir á því. Geturðu nefnt með dæmi óréttlæti sem stýrt á hálfu borgarinnar núna? Ég get náttúrulega nefnt ansi mörg en ég skal nefna í raun og veru dæmi sem ég hef nefnt áður og það mér persónulega tengt. Ég sem sagt ólst upp sem á fósturheimili og frá 8-16 ára aldurs og ég hef verið í baráttu alveg síðan þá. Ég 42 ára í dag og ég hef verið í baráttu við réttlæti í þeim málum og hef ekki notið sko ekki fengið stuðning frá borginni í þeirri réttlætis baráttu. Hvað snýst baráttan segirðu? Baráttan snýst að styrkja sem sagt réttindi fósturbarna, kom í veg fyrir vinnubröð eins og voru viðhafin á heimilinu sem ég var á innan Reykjavíkurborgar, þar sem að fósturforeldrunum sem ég var með frá 8-13 ára aldurs var sagt upp í hagræðingarskyni
og fekk sko vaktastarfsmenn sem mína forræðis aðila frá 13-16 ára aldurs sem að olli því að ég hef búið við kvíðaröskun síðan sko. Gengur vel í dag og er að klára sjúkralega nám og hérna nýt minn rosalega vel í slíkum störfum. En þetta er samt eitthvað sem að skiptir mig máli og hérna og skiptir alla borgina máli. Það er að segja skiptir máli að við tökum á svona málum á réttan hátt. Þannig að réttlætið skilja sér. Einmitt, takk fyrir þetta. Þá veit ég miklu meira ykkur, heldur en ég vissi fyrir 30 mínútum eða svo, sem guðsþakkavert. En mér langar aðeins hérna vegna þess að Líf, þetta var mjög klaufalegt start eftir að VG og voru til vinstri hjá Sönnu ákvaða að dansa saman. Þá kemur hérna svona virðist verða núningur hjá Líf og kannski hélt hún á þeim tímapunkti að það yrði bara stillt upp eða eitthvað. Urðu einhver læti svo í VG? Urðu flokksfundir og niðurstaðan núna þetta forval? Er hún eitthvað annað heldur en búist það að verið við eða hver sú saga? Nei. Þetta svo sem engin leiðindi og ekki neitt, bara greinilega einhver óheppileg mistúlkun kannski á ákvörðunni. En ég held að á þessum 80 manna fundi ef einhver hefði verið spurður hver niðurstaðan væri, þá hefði það verið að við hefðum ákveðið að fara í samstarf við voru til vinstri, Sönnu og félaga sem ég finnst gríðarlega mikilvægt og sitt þetta bara í fortíðina og skilaboðin núna eru bara og það sem ég finnst mikilvægast við þetta samstarf sem ég kalla hann mikið eftir í aðdraganda þess að þetta var ákveðið mikilvægið er að við sameiginlega bjóðum núna upp á raunverulegan valkosti vinstri með samfélkinguna það er vonin borgarbúar eiga skilið að fá einn augljósan valkost vinstri með samfélkinguna við heyrum það að það er óánægja með ýmislegt sem hefur verið gert og við skuldum bara vinstrisinnum borgarbúum að koma með róttæka vinstristefnu inn í þessar kosningar. Já, og þið þurfum ekkert að slá af, þið getið bara spísað ykkar vinstristefnu núna og yddað hana og markarað ykkur sterklega með öðrum hætti heldur en hinn flokkarnir. Já, ég held að... Já, það er enda sósíalistaflokkurinn, en það veit nú enginn hvernig fer fyrir honum. Nei, ég ætla að segja, það var alveg rétt hjá Líf auðvitað að það er ekkert búið að ganga frá endalegum listum. Nei. Þannig að ég skil alveg að hafa kannski slegið að þessu væri slegið svona upp í fréttum en þessi fundur var alveg sammála og það var alveg augljóst að þetta væri það sem við værum að fara inn í. Eins og þetta á eftir að ganga frá endalegum listum og félagsfundur samþykkir það alltaf á endanum sko. Bara eðlilegt formsatriði í rauninni. En hefur þetta verið vaninn kjörtímabilinu undan að fara þá leið sem farin núna til þess að velja fólk með forvali? Já, þetta er held ég bara alveg samkvæmt hæðinni. Nánast það hefur komið fyrir að menn hafa stilt upp Hvað haldið að mörg atkvæði verði greitt þetta? Hvað má giska á að svo verði? Í forvalinu okkar? Já, núna Það veit ég ekki hugmynd. Nei, hafa verið svona kringum 800. Er hafin eru nýjar meldingar inn í flokkin? Er fólk að skrá sig í flokkin til þess að geta kosið? Nei. Það er opið fyrir þær skráningar. Og snemt að spá fyrir það. Mér langar aðeins að tala stemningu. Samfóð náttúrulega kannski einhverju leyti klofin. En það er samt einhver stemning sem fylgir því að þau hafa fengið nýtt andlit. Miðflokkurinn búa nú endalaus kraftaverk og allt besta fulltrúa fólk alheimsins. Þar er nú augljóslega svona smá stemning þegar hafa verið að fá byr í skoðanakönnunum og svona kannski ekki mjög mikið í borginni en það er svona sjálfstraustið allt í lagi þar bæ. Svo eru sjallar með einhverja hreinsanir og þeir ætla að slípa sinn lista og koma kannski aðeins minna klofnir til leiks í ár heldur en stundum áður. En af því að VG er eins og við vorum að tala áðan ekki með fulltrúa lengur á Alþingi og svona sumir vilja bara segja í útrýmingar hættu formaðurinn búin að tilkynna það að Svandís er að hætta og svona hvernig er þetta bardagi bara upp á líf og dauð? Er það svolítið stemningin hjá ykkur núna? Sko það er náttúrulega mikilvægt að rödd vinstrisinns heyrist áfram almennilega og hátt inn í borgarstjórn þannig að það er náttúrulega bara á meðan VG er til
og við erum sannlega til og það er stemming, mjög góð mæting á þennan félagsfund sem ég nefndi áðan og mikill áhugi fyrir þessu samstarfi við Vor til vinstri. Já, þannig að það skapar stemning. Þannig að það skapar stemmingu, það að við getum samanast það sem við erum sammálum og unnið saman að því að bara innleiða vinstristefnu inn í borgina, komið félagslegt húsnæði, umhverfisvænar samgöngur, réttlátt leikskólakerfi og svo framvegis. Þannig að stemmingin er til staðar og þá, mér finnst það bara okkar skylda sem flokkur að bjóða fram í þessum kosningum til þess að okkar stefnar komi stað, Það er ekki valkostur einhvern veginn að við ákveðum bara að leggja okkur niður þegar okkar málefni eru ennþá brýn. Erindið er ennþá mjög skýrt og þó að, eins og nefnir að Svandís hafi tilkynnt að hún ekki stig til hliðar á næsta landsfundi hjá okkur. Það kemur alltaf maður í mann stað og hún er búin að sinna sínum hlutverkum innan flokksins mjög vel, búin að skila sínu og meira til. Þannig að ég sé það ekki sem neitt sérstætt merki að flokkur sé að loknast út af. Þetta verður einhverja breytingar og verður mjög gaman að vinna með Voru til vinstri núna í vor og vorandi ná góðum árangur í kosningunum og svo bara sjáum við hvernig það samstarf þróast í framhaldinu. Steinar, lítur þú þetta sem sérðu samstarfið við Sönnu og félaga sem einhvers konar stiklustein til þess að spretta upp? Já, ég sé það sem bara jável nýtt upphaf á svona vinstri væng í Reykjavík og bara þessi fundur þess að þetta var afgreitt, 80 manna fundur, var ákaflega bara, það var mikil eindrægni og mikil ánægja og svona fundur, það er langt síðan mann hefur liðið svona vel á svona stórum fundi. Og það finnst mér bara gott tákn það hvernig við ætlum að hafa okkur í þessari baráttu. Og kannski verður þetta til þess að vinstrið getur einhver lítið starfa betur saman. Það eru ég veit ekki alveg nákvæmlega hvaða atriði það eru eiginlega sem að skilja okkur frá kannski sósíalistum eða vinstra fólki sem er vinstra megin við okkur eða telur sig vera það. Það er einhverjar bara ákaflega litlar einhverju núansar sem það geta nú verið persónulegir eiginleikar sem hafa mikið með það að segja. En stefnan okkar í þessu framboði, ég held að hún sé mjög svona samhverf og samstæð og það sé ég nánast ekkert sem að skilur okkur að. Mögulega hefum við svona lagt kannski meiri áherslu á umhverfismálin og kvenfrelsið heldur en svona hefðbundin vinstrið hefur verið til sósíalistaflokknum. Umhverfismálin hafa bara verið dauð núna misserum saman. Þau hafa verið dauð, já. Og ég held bara að almenningur á landinu sakni umhverfismálana úr þinginu. Þar er bara nánast engin áhersla á umhverfismál og vinstri raddir eru engar. Og eins og hefur komið fram hjá Hlín, það er bara samfylkingin hefur færst verulega til hægri. Ég held að sé bara allir sammála það. Ég held að þau séu sjálfsammála það. Og þau eru sjálfsammála það og þá bara opnast meiri möguleiki fyrir vinstra fólk, vinstra megin við samfylkinguna. Dauðafæri. Dauðafæri. Já, líka bara, við sáum það í síðustu kosningum að þá var þetta mikil stemming fyrir að refsa VG og það sumuleyti bara alveg skiljanlegt og ég meina vinstri kjósendur eru svolítið svona heilægir kjósendur, við erum svona fólk sem að einhvern veginn blandar saman skoðunum okkur og sjálfsmynd og þegar einhvern veginn okkar fólk er alltaf farið bara eitthvað að dansa við Bjarna Ben þá erum við ekkert alveg til í þetta og einhvern veginn tökum það svolítið svona einhvern veginn inn á okkur held í öðruvísi heldur en að kannski sjálfstæðismenn gera en það við sáum líka alveg að það voru þarna margir flokkar, mörg framboð sem að fengu ekki inn mann og samtals voru þessi flokkar sem eru með svona held í að mörgu leiti svipa þengjandi kjósendur voru með hvað voru ekki 20.000 atkvæði? Já, 20.000 atkvæði, 10% held ég. Og það er, þú veist, það er svo stór hópur sem að fær ekkert fyrir atkvæðisitt og þess vegna fannst mér það rosalega mikilvægt þegar Vinstri grænir Reykjavík fóru að staði að bara tala við hinn framboðin og bara mér finnst það mjög virðingavert af félögum mínum að svona taka það samtal alvarlega af því að, þú veist, á endanum snýst þetta ekkert eitthvað vinstri græn eða ekki vinstri græn, eða þú veist, þú voru til vinstri ekki, þú veist, það er bara tæki til þess að koma ákveðnum
málefnum fram og vinna að ákveðnum hugsjónum og halda ákveðnum bara svona atriðum til haga og þú veist, mér finnst ef við getum bara saminast það, þá finnst mér það bara æðislegt og ég meina, þú veist, náttúrulega málefnilegur ágreiningur milli okkar og sósíalista hefur náttúrulega verið bara hverfandi, sko, þú veist, en ég meina við hefum svo líka bara mjög mikla málefnilega samleið með samfélkingu, eða höfum haft, sko, og þess vegna höfum náttúrulega getað unnið en samfélkingin náttúrulega augljóslega að skiptum leiðtoga meðal annars til þess að geta unnið til hægri, þau búa sig allt eins undir nýjan meirihluta með sjálfstæðismönnum, ég held að það liggi alveg fyrir, ljóst fyrir. Ég held að við erum líka að tala sko trúverðuleika sem sagt borgarbúa gagnvart stjórnmálanum. Vinstri græn náttúrulega fjallu af þingi í síðustu alþingiskosningum vegna þess að náttúrulega vinstri á Íslandi var náttúrulega mjög ósátt við samstarfið við sjálfstæðisflokkinn og þetta var náttúrulega þú veist, ég meina margir sem töluðum að vinstri græn hafi svikið öll sín lofur til dæmis og og það næsta landsfundi þá að vera að kjósa nýjan formann. Persónulega, ég náttúrulega kem núna nýr inn í VG og náttúrulega hef ekki komið fyrr inn vegna þess að ég náttúrulega einn af þessum sem að var náttúrulega mikið að mótmæla þessu ríkisstjórnarsamstarfi og gat náttúrulega, þú veist, ekki skráð mig í slíkt partí, sko. En ég held að persónulega sem nýr að koma inn í VG núna tel ég mikilvægt að það sé ekki einn af þessum þingmönnum sem að voru í þessari ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum sem að verði næsti formaður VG vegna trúverðuleika. Þannig að þetta fólk sem að hefur verið í forsvari fyrir VG náttúrulega þekktasta fólkið, skilur við. Þú vilt uppstokkun í forystu flokksins. Já, þú veist, við erum að tala trúveruleika. Þú veist, hefur þjóðin trú á fólkinu sem að vann með sjálfstæðisflokknum og sveik öll lofur sín í þessari ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum? Ég held ekki, sko. En hvað með forystu VG innan borgarinnar? Ertu sáttur við Líf og Stefán? Ég hef ekkert slæmt út á þjóðasetti. Nei, einmitt. Sko, við eigum eftir svona 5-6 mínútur. Mér langar í lokin að kasta bara svona nokkrum umræðefnum á borðið og þið með bara grípa boltan tala það sem þið hafið á að ræða, sko. Það sem sagt þessi þungaumferð sem við höfum aðeins tiplað á. Það eru ljóthús og skipulagsmál í víðri mynd og tengist náttúrulega lóðunum sem var maður aðan. Það eru skólamálin. Það er mjög hár stjórnsýslu kostnaður. Og það er samanburð við Akureyri sýnir að sko, maður skildi ætla stærðarhagkvæmni væri hægt að mæta í svona fjölmennu sveitarfélagi með af Akureyri, en ég held að það sé tvöfalt hærri stjórnsýslukostnaður hér. Margir millistjórnendur eru oft talað um fjölda upplýsingafulltrúana og alls fólksins sem ég er ekki að tala um fólkið, sko, sem er að vinna á leikskólanum og starfsmennina sem að tæma ruslið og allt það, fólkið sem er sannlega á götunni heldur. Bara það er mjög mikil umræða út í bæ sukk og allt og marga deildastjóra og millistjórnendur og allt það. Og þyrfti nú væntanlega hugur ekki til þess að ráðast eitthvað að því. Nú kjör borgarfulltrúa er náttúrulega mjög góð og við eiginlega skerum okkur frá öðrum borgum hvað varðar bæði gríðarlegan fjölda borgarfulltrúa og svo eru 8 varaborgarfulltrúar á fullum launum. Sko, þetta er svona þetta er það sem ég heyri og ykkar lausnir einhver, þeim með bara Sanna gaf nú hluta af sínu launum í ykkur góðgerðarmálefni. Ég menna það er náttúrulega góð hugmynd að reyna að nota þessi háu laun í eitthvað svona sem að býra með til trúveruleika og almenningur svona sér aðeins það er nú betra að gera eitthvað svoleiðis. Já, það er eitt ansvarið, getur maður sagt. Ég held að borgin hafi farið of langt í að útvista alls konar verkefnum og það útvistun, hún er eflaust einhvern tíman sparar til skamms tíma en ekki til lengri tíma. Og ég held líka að borgin hafi með þessari útvistunarstefnu sinni mist dálítið mikið af sko þekkingu sem þarf inn í borgar virkið sjálft til þess að til dæmis geta fylgst með verklegum framkvæmdum
Og við sjáum bara hvernig ýmsar verklega framkvæmdir hafa farið algjörlega í vaskinn hjá borginni og það held ég að geti bara helgast á því að menn hafa ekki lengur innan borgarapparatsins þá tækni og þekkingu sem til þarf. Svo tala maður ekki skrifræðið og fjarlægð frá hennum almenna borgarbúa. Hvað hægt að gera við því? Verður að vinda ofan af háttum borgarinnar? Það var nú umræðum þetta á félagsfundi sem við vorum mörg á ekki bara helgina og þar með vorum við að taka dæmi það vantar svona þessa mannlegu hlið, það er það sem fólk vill, við erum félagsverur og það þarf að mínum mati, það tengist kannski íbúaliðurinn einhverju leyti, að það sé auðveldara fyrir íbúa að komast í samband við mannesku, við viljum heyra rödd hvers annars, við viljum sjá andlit, þannig að það er eitthvað sem er alveg gott að taka dálítið hressilega á, en til að grípa bolta með uppbyggingu og húsnæðismál og nefnir ljót hús, þá erum nú viðburði í Norræna húsinu daginn hvernig við byggjum fyrir fólk, það er það sem ég vil gera, að við byggjum fyrir fólk en ekki fjárfesta eins og staðin er í dag, allt og gróða miðstefna í rauninni hjá borginni, eins og Steinar kom inn á með mjög há byggingaréttargjöld, en við þurfum að passa okkur líka umræðinu ljót hús og ekki ljót hús, það er náttúrulega bara persónulegt mat hversu eins, það sem þarf að tryggja. Á einhverjum tímapunkti hættir þetta að vera skoðun og verður einhver svona almenn. Já, og ég er komin að það en þú veist ekki kannski bara nöldur, þú veist mér finnst þetta að vera svona þá auðvitað að segja ljót hús en ég held að við náum ég hef ekki sagt það fyrir ári ég held að við náum að koma alltaf upp og kannski þessari umræðum ljót hús og allt það, ef við tryggjum að uppbygging húsnæðis sé fyrir fólk, að uppbygging sé samræmd við uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum, í samræmi við aðgengi að leikskólum og skólum, í samræmi við aðgengi að grænum svæðum og gróðri og það er náttúrulega að spila náttúruvernd, stórt hlutverk að við séum að standa vörð þau svæði sem er ekki búið að raska of í borginni. Þarf ekki fleiri grænsvæði? Og það þarf algjörlega fleiri grænsvæði, það er bara skortur á þeim víða borginna og þetta er það sem ég er að segja, ef við tryggjum að áframhaldandi uppbygging húsnæðis í borginni sé á félagslegum grunni og sé ódýr og óhagnadrifin og að þetta sé samræmt við aðgengi að grænum svæðum og aðgengi að þessari grunnþjónustu sem eru almenningssamgöngur, skólar, leikskólar, þá erum við bara komin á dálítið gott ról aftur. Hvernig útrýmum við biðlistum og leikskólam? Í sumum hverjum? Ég held að við bara þurfum að ég held að við ættum bara að fara í stórátak í leikskólamálum, setja bara í alvörun á dagskrá og fara bara í alvöru bara metnaðarfulla uppbyggingu, byggja hús, gera við þau hús sem eru biluð, bara skoða hvað gengur vel, ég er alltaf með þetta. Kannski þurfum við að tala meira upp þetta leikskólastarf, leikskólakennarastarf, af því að mér finnst við hafa séð svolítið mikla neikvæðni undanfarið það, en ég held að allavega þessi leikskóli sem ég fer inn á hverjum degi, mér langar svolítið að sækja vinnu þar þú veist að því að ég bara horfa á þetta yndislega starfsfólk sem er að vinna í teimum og fyrir út 2 á dag og fara að heita mat ég held að megi alveg fara í eitthvað svona samstillt átakið þessum málum og ég held að þurfi ég held að þurfi bara að sína metnaði þessu og hætta að horfa á þetta alltaf sem eitthvað kostnað sem er sligandi og fara bara að horfa á þetta sem bara metnaði fulla þjónustu við okkar yngsta fólk. Fjárfesting í samfélaginu, það er það sem ég finnst algjörlega sammála í þessu að við þurfum að fjárfesta í leikskólakerfinu. Það er að sinna rosalega mikilvægu starfi og við þurfum að fjárfesta í húsnæðinu, starfsaðstöðum en líka bara starfsfólkinu. Bara hækka launin en frekar er mitt mat. Þurfum við ekki að bæta laun leikskólakennara, er það ekki Jú, eða fjölga þeim. Þú veist, eða eitthvað svona, en svo hefur líka margt verið gert, það hafa verið hækku launin segi ég, þau hafa hækkað til dæmis þannig að ófaglært starfsfólk leikskóla er með betra kaupheldur en til dæmis bara starfsfólki í verslunum og það var þetta eina leyfisbréfs, þá var smá flótti og við höfum að sjá hvort að fólk kemur tilbaka í því og svo hefur verið líka, það hefur verið minnkuð kennsluskyldan og aukin undirbúningstími og ýmislegt svona, þannig að við sjáum líka, þú veist, þetta er alltaf svona frekar nýlega breytingar og við höfum að sjá hvort að það kannski er eitthvað að jafna sig, þú veist, getur verið að, þú veist, eitthvað af því fólki sem að fóru úr leikskólanum upp í grunnskóluna sé kannski bara smá hugsa að fara tilbaka, eða þú veist hvað, það bara Já. Ég ætla að ljúka þessu einni hraðaspurningu í lokin til ykkar allra. Reykjavíkurflugvöllur vera að fara? Við þurfum að finna nýja stað og gera það í alvörunni. Sem fyrst? Sem fyrst. Þú? Fara. Þú? Lesti Keflavíkur fara. Já. Og þú? Vera.
vera. Fyrirgeðu Ísafjörður. Er tími í sko 2 mínútur? Já, 1 mínútu. Keflavíkurflugvöll. Nei, Reykjavík. Bara ég sakna mjög verkefnabústaðakerfisins. Já, við gerum Og ég tel að Reykjavíkurborg eigi að fara í það að byggja óhagnaðardrifið sölu íbúður. Jafnframt sem að byggja leigubúður. Þetta sem margir sammála. Tegundir. Allir sammála með þetta? Já. Og lest, ég stuði mikið lestir að byggja blöð. Sammálaðis lestin. Það er stórhug. Nei, í alvöru. Hugur ekki og stórhug. Þetta er nóg af peningum. Stór skref. Það er þessu rugli. Já, það er til eitthvað af peningum. Ég er ekki viss með þeim sem nógu vel varið. Nei. Við erum stundum að gera grínaði við blaðamenn, við vitum ekki alveg hvort upplýsingafulltrúðin séu 8, 10 eða 12. Nei. En þeir eru allavega fleiri en dvergarnir 7. En kæra þakkir fyrir komuna, Finnur, Steinar, Auður, Alfífa og Hlynur. Búið að vera virkilega upplýsandi og skemmtilegt að fá ykkur og gangi ykkur vel í þessum slag. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur og áhörfundur, nýr kapli eftir andartak. Ég held að Gunnar Smári sé komin með valinn hóp af menningarfólki til þess að ræða íslenska menningu. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is